Þá er að komið að heimsmálunum og hingað komin Jón Ármann Halldórsson. Blessaður. Og þegar þú kemur niður þá var bara heimurinn undir, en við lifum náttúrulega á stríðstímum, þannig að það er eðlilegt að byrja þar. Hérna, Úkraínumenn eru í einhverju sókn, að vinna eitthvað svona svæði. Erum við að sjá fram á að þetta stríð sé að enda eða erum við að fara að horfa á margra ára stríð í Úkraínu? Sannleikurinn er auðvitað sá það veit enginn. Það er alveg sama hvað menn segjast vitum þessi mál. Þetta veit enginn. Og það hefur einkenni stríðsins frá upphafi að það þróast með talsvert öðrum hætti heldur en flestir bjuggust við. Núna eru sérfræðingar og hernaðarsérfræðingar og aðrir alls ekki á sama málum hvað muni gerast næst eða hvernig þetta muni þróast. Margir sem að vara við og mikilli bjartsýni fyrir hönd Úkraínumanna, en svo eru aðrir sem benda á að í rauninni sé Pútín búinn að tapa stríðinu. Og ég held að það sé út af fyrir sig rétt, ég held að hann sé búinn að tapa stríðinu hvað sem eftirleikurinn verður. Hann er ekki að fá það sem hann ætlaði sér út úr þessu. Hann er ekki að fá neitt það sem hann ætlaði sér út úr þessu og þetta er orðið örugglega mesta sjálfsmark stórveldis í pólitík síðan Bandaríkjar réðust inn í Írak og sennilega verður þetta afdrifaríkara heldur en það jafnvel. Þannig ég held að þetta muni breyta gífurlega miklum stöðu Rússlands til lengri tíma fyrir hagkerfi í Rússlandi, fyrir pólitík í Rússlandi og ég tók hann eftir í að þegar ég farið yfir eitthvað gamalt efni þá sá ég það að fyrsta viðtalið sem ég fór í um þetta stríð þá vissi maður þetta ekkert, þannig heldur en þá talaði það að hugsanlega væri Zelenskí að flýja land og þetta væri bara búið á nokkrum dögum. En þá einhvern veginn datt upp á mér að þetta væri endurinn á valdatíma Pútíns sem þarna blasti við. Þetta væri endatafli á Pútín. Og það virkaði sem mjög undarleg framsetning á þeim tíma. En eitthvað sagði manni samt strax í upphafi að þetta væri of stór aðgerð til þess að Rússar gætu ráðið við þetta með hætti þeir hefðu stjórn á atburðarásinni. Og þetta myndi vekja slík viðbrögð svo víða og þetta myndi vekja Rússland á svo margvíslegan hátt að þetta myndi enda með því að valdakerfið í Rússlandi þyrfti að glíma við það skiptar heil leiðtoga. Og ég held að það spá bara algjörlega óábyrgt. Þá held ég að þetta sé ennþá þannig að staðan blasir ennþá þannig mér. Pútín mun ekki ná sér af þessu. Ég veit ekki hvernig hans endir verður. En þetta er katastrófal niðurstaða, það sem hefur gerst hingað til og það er ekkert sem bendir til sérstaklega hann eigin henni vegi út. Vegna þess að til þess að hann skorti bæði vopn. Þegar menn eru fættir að kaupa vopn í stóru stíl frá Norður-Kóreu, þá er eitthvað mikið það. Þeir get ekki smíðað öll vopnin sín sjálfi, það er búið að koma í ljós að það eru 70 vestræn fyrirtæki sem að eiga íhluti í rússnesku vopnum og þau eru ekki afgreidd lengur. Þannig að vopnin verða frumstæðari og lélegri og það fundist dæmi þess að það hefur notaðar jafnvel tölvuflögur og annars slíkt sem er notuð í leikföng og svona heimilistæki en ekki í vopn, venjulega. Þannig að greinlega er einhver algjör örvænting með framleiðslu hergagna og þó biðirnar sé mjög miklar að þá er ekki margir útvegir á þessu leyti og síðan vantar mannskap. Og eina leiðin til þess að fá menn í stríð er að gera allsherjar herútboð og ég held að Pútín gerir sig grein fyrir því að það myndi hafa þá væri teiningunum kastað endanlega. En hann har kjarnavopn? Hann har kjarnavopn og það er þetta sem að rauninni fyrstu vikur stríðsins. Þá rammaði það hlutina meira inn heldur en annað. Þannig ég tók eftir því til dæmis að þó að leiðtogar segðu eitt og annað svona mjög herskátt að þá voru svona varfærnari menn sífellt að hamra á því svona bak við tjöldinni og svona sóta votsi bara svona rétt að koma því að maður nætti kjarnavopn og það yrði að taka mið af því. Og það er smám sem komið í ljós að það er það eina sem hann á. Og það eru ákveðna líkur á því að Pútín ef hann yrði algjörlega króað af þannig að það var ljóst að hann er bara að tapa stríðinu algjörlega. Að hann myndi nota þessu svo kölluðu battlefield eða þessum kjarnavopn sem eru tiltölulega litlar sprengjur en geta verið nóg til þess að taka út heila flugvöll eða heila fylking af skriðdrekum eða eitthvað slíkt. Eina hertilda mönnum. Já, akkurat. Þá er hann fær hann yfir strik eða yfir línu sem að er líklega var algjörlega andstöðu Kínveri til dæmis og eiginlega flest ríki heimsins. Það er eiginlega ekkert að sjá hvernig hann geti fengið alþjóðlega stuðning eða skilning á því að fara yfir þessa línu. Því að einhver kennisetning svona hefur haldið í alþjóðastjórnmálum frá 1945 er það sú kenning að menn noti bara ekki kjarnavopn. Og þó að þessar sprengjur út af þessi séu
grandi ekki endilega fleiri mannslífum heldur en margra daga bardagi, að þá þetta einhver lína sem menn fara varla yfir. Þú segir katastrófa, en það ekki bara besta mál fyrir Rússland að losna við Pútín? Ég rættum að það getur orðið mjög Getur tekið eitthvað verra við? Já, það er nú gallið mál. Það oft sem það gerist. Það raunar fyrir 1-2 árum síðan þá kom út bók sem man ekki nákvæmlega nefna núna, það sem höfundur færður rök fyrir því að það sem við ættum byggja fyrir var langlífið fyrir Pútín. Því það sem tæki við á hann væri það sem menn ættu raunverulega óttast. Og hvað það? Það upplausn nú eitt. Það Og Írak eða... Ég segi kannski ekki alveg svo slemt, en það eru flestir sem gagnrýna Pútín að virðast vera hugsanlegir, ég segi ekki arftakar, en eru svona einhverju fylkingu gegn honum, hugsanlega, eru harðar heldur en hann. Þetta eru ekki svona óðir þjóðirnir sinnar. Það getur verið einhver taktik í þessu, þannig að menn séu látnir segja hluti sem að til að láta Pútín líta út eins og meira mótarætt heldur en hann er. Það er hugsanlegt, en það er samt ekki einleikið að þeir sem að taka til máls og krítisir eitthvað örlítið stríðið eða Pútín eða eitthvað þess aftar, eru allir harðar heldur en hann. Og það er ýmislegt spendilegst líkir aðlega séu sterkir í hernum, séu sterkir inn í stjórnkerfinu, sem að hreinlega byggir svo mikið á Pútín að það veit enginn hvað gerðist þegar hann yrði fjarlægður eða færi. Ég veit ekki eiginlega hver maður getur vonast eftir, og ef ég sagði þér það, ég sagði fyrir mér einhver scenaríu 1, 2, 3, 4, 5, þá var ég bara að ljúga. Ég get búið til hvað sem en það bara veit þetta ekki. Ég vil spyrja annað svo veist ekki. Hvernig getur þetta stríð endað? Endar það með því að Úkraínu rekur Rússa út úr Úkraínu og hvað svo? Rússar eru þá bara áfram hann næsta bæ og geta farið í landamæringuna sem þau vilja aftur? Já, sum myndi segja það endi og endan með öll stríð. En það er ekki alveg rétt, vegna þess að það er þetta frosinstríð sem árum saman. Norður Kóruður? Það er frosistríð síðan 50 og það er annað sem hefur verið að vakna síðan svo daga með tengslum við Úkraínustríðið og það er Azerbaijan gegn Armeníu og það sýnir bara að Azerbaijan er að nýta sér veikleika Rússa þeir vilja vita núna get ekki komið Armenum til hjálpar eins og áður, þannig að þeir nýta sér það. Það er eitt konflikt og það er mörg dæmi slíkt og það er raunin martröð fyrir Úkrænum en að ímynda sér það að lenda í frosnu stríði. Það gerði það verkum að það var aldrei að byggja upp efnahagskerfið eða stjórnmálakerfið með neinu svona þeim hætti sem hugnaðsmönnum og það er svolítið hættulegt alltaf þú ert með svona óútkljáð konflikt að þessu tagi þá er alltaf öfgaöflin, þessu hörðustu öfgaöflin sem megum aldrei gefa neitt eftir þarna sem verða ofan á. Það verða svona eins og Ísrael. Það verður svona þjóðar öryggis sjónarmið sem verður ofan á allt líkjandi og bara trompa allt saman. Þetta er hræðileg land og Úkraínumenn vita af þessu þannig að þeir get ekki hugsað þetta. Ég sé eins og ekki hvernig hægt að hrekja Rússa algjörlega út úr Úkraínu. Ég held að ég get ekki ímyndað með það allir með Úkraínumenn mun nokkuð tímann endurheimta Krímskaga. Zelenskí var nú bara lýsaði yfir í dag. Hann að gera það. Hann var margótt gert og ég tala ekki Donbass og allt það. En það já, eins og ég segi, þetta verður mjög messi, þetta verður mjög erfitt og þetta er algjörlega ódregnilegt eins og stendur. En það sem ég horfi mest á, núna er það hvernig mér finnst þrengja að Rússum ekki bara í stríðinu sjálfu, heldur eru þeir að einangrast smám saman, þetta er að hafa svo greinilega óhemju neikvæð efnahagslega áhrif til lengri tíma. Menn ef við verðum nefna það að rúblan hún standi sig ágætlega. En ástæðan fyrir rúblan standi sig ágætlega svo það er ekkert flutt inn. Þannig að þá er auðvitað ekki eftirspurn eftir gjaldeyri. Þannig að það er búið að banna og það er viðskiptaþvinganir sem hafa skipt mestu máli er bannið á sölu og alls konar varningi til Rússlands sem er algjörlega nauðsynlegur í allir flókinni starfsemi, í öllum flóknum iðnaði. Og þú getur stoppað iðnað í þróusturíkjum Evrópa bara hreinlega með því að stoppa íhluti annars staðar frá. Það að menn byrja að sjá þetta í Rússlandi að svona lífskjör og byrja að hafa áhrif á daglegt líf, þessi vöruskortur og erfiðleikar eða erum við ennþá að tala að þetta muni verða svona ef þetta heldur svona áfram eða getum við bent á eitthvað að ástæði sé orðið svona slæmt? Nei, það er ekki orðið svona slæmt. Ég held að það muni koma í ljós frekar næsta ári. Það talaði að rússneska hagkerfið muni draga saman 6-7% núna í ár, en sennilega 8-10% á næsta ári. Og þegar það er haft í huga hvað stór hluti rússneska hagkerfinu er hráefnisframleiðsla, þá er orðið mjög lítið eftir að þessu þróara hagkerfi sem að allar þjóðir hljóta vilja byggja upp hefur alltaf
þróa samfélagið og efnahagskerfið og lífskjör og allt það. Þannig að það sem ég held að gera, svo er þetta eitt í þessu að það fjöldi fólks í Rússlandi sem gerir sér algjörlega grein fyrir þessu. En það hefur verið svar þessa hóps hingað til að vera að fara úr landi frekar heldur en að segja nokkuð. Og það tala 300 eða 400.000 mann sem hafa farið frá Rússlandi að undanförnu án þess að vera með miða heim bara síðustu mánuði. Og þetta fólk sem að Rússland mátti áttu sístu að missa. Þetta fólk í upplýsingageiranum, í alls konar tæknistarfsemi, í vísinda heiminum og þess áttar. Og sömulegis fólk sem var líklegast til þess að vera með eitthvað andóf. Þetta líka vandamál í Úkraínu, það mikill landflótti og ekki fyrir séð hvernig landi muni jafna sig, þannig að landflótti sem hefur verið þar getur verið líka dregið úr möguleikum Úkraínu til þess að reisa sig við. Getur gert það örugglega, en það fer til hvernig stríðið endar. Ef það endar með því að það verður einhver von framundan það byggja upp landið, þá held ég maður muni snúa aftur milljónum saman. Svona undanfarna vikur hefur verið, nú veturinn að koma og þá hefur verið svona meiri athygli á orkukreppuna í Evrópu. Það náttúrulega rokið upp úr öllu valdi orkuverð og skert kaupmátt. Fyrir má ég grípa fram því vegna þess að eitt sem ég datt í hugvarandi bara þá þú segir það. Að því að spyrja út í að tala efnahagsmáli í Rússlandi og þannig að þróaðir hluti hagkerfinu. Þróaðistir hluti hagkerfis Rússlands sem opnaði naður. Það var nú ekki beis sem gerist á síðustu 6 mánuðum það sko versta auglýsing sem getur ímyndaður fyrir þann einað. Þannig að það þegar fara að bera á því að hiki út alla heimið að kaupa rússnesk vopn vegna þess að þessi rándýruvopn sem eru notað, þau bara virka ekki. Og þessi gamaldags vopn að fá hvað sem Það að kaupa þau mjög ódýrar hingað og þangað í heiminum heldur úr Rússlandi. Þannig að þessi stóri draumur Rússa það að flytja út hátækni vopn sem hefur pólitíska þýðingu líka, að hann fyrir bí ár og áratugaskeið. Þannig að það svolítið hvert sjálfsmarkið af öðru og sem að Rússar hefur gert í þessu afleiðingadrænum, en fyrir ekki greip fram. Það vill ekki kaupa eldflög með flögu úr Barbie-dúku. Nei, og svo það, ég vil þó getur skiptið út, það bara komið ljósa þessar herflugvélar sem hafa búin að lesa heilmikið hvað það fullkomnar og getur hugsanlega staðið snúning nokkrum af bestu herflugvélu Vesturlanda. Þær verður skotnað niður í mörgum tilvikum bara með tiltölulega einföldum búnaði. Og þessi skriðdregasmátt var svo óhemjulega þróaður og allt það og mikið framleitt af en ódýrar heldur en þessi dýrust skriðdrekar í Vesturlöndum. Þeir hafa bara stoppað og verið skotnir niður með einhverjum byssum sem menn halda á öxlunum á sér. Þá það Evrópu, það kreppir að og veturinn að nálgast og það sést alveg á umræðinni að það svona viss ótti gagnvart veturinnum í Evrópu, mikill kaupmáttaskerðing og því fylgir oft félagsleg upplausn og pólitísk átök. Það stutt í kosningar á Ítalíu þar sem að reikna má með að bræður Ítalíu vinni og hægri blokkin taki við og það verði bræður Ítalíu, Salvini, Berlusconi myndir ríkisstjórn og þetta nú svona eiginlega skoðanabræður Pútins og þau hafa lýst öll andstöðu við stríðið að þá eru skoðanabræður Pútins Svíþjóðardemókratar Orbán fyrir stöttu sig líka. Já, í upphafi stríðsins var sagt að þarna var Evrópa þéttast saman gildi sín, en þau gildi sem að virðast vera að rísa í pólitíkinni eru frekar svona nær Pútín heldur en svona því sem að kallað sem svona opið vestrænt lýðræðiskerfi. Nákvæmlega. Tvennt ég vildi þó nefna í því sambandi að annað það að flestir af þessum populistum á Vesturlöndum eða hægri populistum hafa lýst verið andstöðu Pútín. Meloni sem líklega næsti forsætisráðherra í Ítalíu að hún sífellt núna kvarta undan því að það sé verið að ljúga upp á hann hún stiði Pútín og hún sé alls ekki með stríðinu og hún vilja herða refsiðagerð gegn Rússum og annars slíkt og gengur mjög langt í því. Það ýmislegt líka varandi populistana, þess að hægri populista í Evrópu sem bendir til þess að þeir hafa þokað sér inn á miðjuna eins og Le Pen gerði hugsanlega Svíþjóðardemókratinn, ég veit það ekki. Allavega í kosningabaráttunni. Í aðdraganda kosninga allavega. En það annað sem miklu stærra í þessu, held ég, og þetta ekki neinu samhengi við stríði í Úkraínu. Það bara nú stríði í Úkraínu og svo eru populistar að vinna í Evrópu. Þetta hangir ekki saman. Heldur þeir vinni ekki á vegna efnahagserfiðleikana og minnkandi kaupmáttar? Það gæti verið að það myndi hjálpa í bili, en ég held að ástæðan fyrir því að þessir öfgahópar, hægri öfgahópar,
hafa náð fylgi sér miklu djúpstæðar heldur en okkur kreppa í vetur. Og ég ekki að spá góðu fyrir veturinn, ég kvíði veturinnum og það svolítið einkennilegt að vera allt í einu í þeirri stöðu að vonast bara eftir tiltölulega blíðum vetri og áhrifum gróðurhúsalofts og allt það, vegna þess að mjög erfið vetur geti haft skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir þjóðfélög í Evrópu. Og það allir hættir, ég tek það bara, ég les þýskublöðin til dæmis að það því að þetta miklu nær, það daglega fréttir þar hver óskup getur verið framundan. Og það til síðast í dag las ég grein sem sagði frá því hvað myndi gerast ef að þessi rísavest með BASF í Ludwigshafen sem sér stórum hluta efnavestmið í heiminum eða Evrópu fyrir íhlut með þess að fyrir efnum í þess að þeir framleiða. Það myndi stoppast framleiðslu allt frá áburði til tannkrem og bílaframleiðslu og allt þetta. Þannig að það getur verið katastrófalt vetur framundan í iðnaði í Evrópu og þá varandi lífskjör sem eru niðurlega út af mikilli verðbólgu og stríðið var leyft henni upp. Ég held eins og að þetta byrja löngu fyrir stríð, þessi uppgangur hægri afgafla í Evrópu. Og það held ég með miklu frekar rekja til þess að menn, ég held að við erum frekar að horfa til 2008, 2009 með það. Afleiðingar heimsvæðingarinnar, afleiðingar af nýfrjálshyggjunni, af markaðshyggjunni og þessi svona atomisering og samfélagum Vesturlanda. Þú talar að verja þessi gildi og annað slíkt, held að það voruð óljósari með tímanum og má ég fara bara eins langt og aftur dómstæra þetta. Sko, á 19. öld að þá voru margir hörðustu andstæðingur kapitalismas voru íhaldsmenn sem að kunna meta ákveðin gildi í þjóðfélögunum og ímynduðu sér það að þjóðfélögin væru almennt talað góð, þeir höfðu það gott sjálfur. Það væri einhver raunveruleg virði þessi bönd sem að þá voru til í þjóðfélögunum sem bæði byggðust á sameiginlegri trú, virðingu fyrir konungdæmin og allt þetta. Og þeir sá að kapitalisman breytti gersamlega öllu. Það sprengdi bara allt í loft upp. Þannig og Marx, veit ég hvað þú lesið hann mikið, en hann skrifaði mikla lofgjörð kapitalisman raunum og getur lesið sköpunarkraftans, þú getur lesið á hvernig passu sig Marx sem í rauninni með því mest að lofa afl kapitalismas til þess að breyta í rauninni þjóðfélögum jafnvel til góðs þó að hann teldi að væri bara þá skref sem myndu endanum leiði til annars miklu betra. En þannig að þessi samstæða milli íhaldsmanna sem vilja halda í gildið þjóðfélagsins og frjálshyggjumanna hins vegar hún tiltölulega nýtilkomin, miklu yngri. Og það má svo að fara út í af hverju hún myndaðist og allt það. En það sem í rauninni, ég held að sá maður sem best talaði þetta, best útskýrði þetta. Og maður sem miklu leyti gleymdur að maður sér ekki mikið til hans vitna, maður sér Karl Polanyi, ungversku fræðimaður. Hann sagði einfaldlega kapitalismin veldur sem sífellu kreppum sem að eyðileggja þjóðfélögin eða skemma stórkostlega þjóðfélögin og skapa allt þetta öryggisleysi og allt það sem fólk finnur fyrir. Það verða til tvenns konar hreyfingar, það eru ólíkar hreyfingar sem báðar hafa það markmið að verja almenning fyrir kapitalisman. Og þessar hreyfingar sem hann talaði og hann skrifaði þetta fyrir síðari heimsstyrjöldina, 30 eitthvað skrifaði þetta, ef maður rétt, að voru kommunismin annars vegar og nasismin hins vegar. Nasistar og fasistar, að þeir vörðuðu samfélagið með því að segja samfélagið prímært. Við gefum okkur það upp að við samfélagið svona á að vera svona, þjóðinu öll og aðra, við stöpum okkur saman gegn kapitalismanu, gegn, peningahyggjunni, gegn öllum þessum áhrifum sem koma erlendis frá. Og þá stöppuður fólki samanrunni gegn því sem það ímyndaði sér að vera áhrif annarkvæmt minnilöldópa eins og gyðinga eða frá útlöndum eða alþjóðlegum markmiðum og allt þetta og ýmsum aðilum innanlands. Og kommunistar og sósíalistar. Svo koma kommunistar og sósíalistar og þeir segja við viljum vernda alþýðuna. Ekki þjóðina sem einingu heldur horfur á hluta af þjóðinni sem verandi hinn vinnandi maður. Alþýða sem hefur verið arfrænd og allt það. En í báðum tilvikum menn reyna að bjarga samanhlutnum, ekki samanhlutnum, en reyna að bjarga annarkoð þjóðfélaginu eða hluta þjóðfélagsins frá því sama, sem þessi eyðileggingar áhrif kapitalismas. Það sem gerist núna á síðustu árum,
sérstaklega eftir þessar miklu framrás nýfrjálshyggjunnar, þessa markaðsvæðingu allar hluta og síðan kreppuna 2008, 2010, 12 eða hvernig mann tíma setur hana, það að þau öfl sem að vilja vernda samfélagin frá útlendingum og frá opnum viðskiptum og opnum landamærum, þau verða sterk. Þau sem segja við erum bara hlutið þjóðfélagsins sem er verið að fara illa með og við viljum samstöðu meðal þeirra sem er verðsettir í samfélaginu, það ná engu flugi. Og ástæðan fyrir því þess að getur verið margar, en ein held ég sú sem að blasir við að það sé svona þetta disconnect, það sé þessi skortur og tengingu milli alvöru alþýðu, fólk sem að vinnur og ávallar fyrir sínum nauðþurftum og forystumanna þessara stjórnmálaflokka sem að segjast vera málsvarar þessa hóps og vilja vernda hann frá áhrifum kapitalismus, sem eru allt saman menntamenn. Bramíska vinstri sem að Piketty kallaði. Já, notaði það hugtak, bramíska vinstri, já, það er ágætt það hefði verið bara frá svona 50-60 hefði sko forusta þessara hreyfingar þróast raunverulega frá þeim sem að hafa það verst. Já, ég er ekki talað sem eitthvað samsæru en eitt slíkt, ágætis fólk og allt það, það bara þetta gerist einhvern veginn þannig að það verður disconnect og þessi gildi sem að fólk úr svona framsækinni, millistétt framsæknu menntamannahópum og allt það hefur, ekkit endilega það sem að fátækara fólki hefur miklu áhyggjur af. Og þar skapast þessi vandræði með það að það kemur annar sem býður betra og segir þetta ekki endilega markaðnum að kenna svo mikið, þetta ekki auðstjættunum í samfélaginu að kenna en eitt þess að þetta eru útlendingar. Þetta bara opin landamæri sem gera verkum að það fara fyrirtæki úr landi og fólk eru atvinnulaust og síðan streymir alls konar flóttafólk og alls konar líður sem eyðileggur okkar samfélag og allt það. Þeir hafa bara betur í þessari hugmyndabaráttu. Þeir eru að vinna pólitísku baráttunni. Nákvæmlega. Þannig að við lifum öld fasismars. Þetta svona 19. fasisma, þetta svona jakafæta fasismi einhver, eins og maður sér bara hvernig það breyst svíþjóðdemókratarnir úr. Annars veru horfur á sko þess að alvöru stuðningsmenn nýnasista í Þýskalandi sem bara líður. Eins og svíþjóðdemókratarnir voru í voru tíma því mér skilst, ég þekki Svíþjóð ekki mjög vel en ég hreinlega þegar ég fór á kröfugöngur nýnasista í Þýskalandi bara til að horfa á þetta, ég bara vorkenndi þessu fólki því þetta var fólk sem hafði svo greinilega orðið undir lífsbaráttunni, var í algjörnum vandræði með sig og bara var eitt svona stórt social problem á að horfa og svo voru þar ekki alltaf miklu fleiri þjóðverðar sem voru öskráð og heldur en þeir sem mættu í kröfugöngunar. Kannski þetta allt verið síðan. Þessi menn sem þú ert að lýsa núna, þeir eru stórir og áhrifamiklir í Bandaríkjunum. Þar eru bara, lærir maður eiginlega nöfn á nýjum hópum á hverjum degi. Það hefur verið svona miklar fylkingar sem að Trump hefur einhvern veginn. Já, og í Þýskalandi verið bætið því sko að þessi AfD-flokkur hann nú er orðið fullt af fólki mjög háum stigum í þjóðfélaginu sem að fylgja þessu flokki og þá breytir upp fórustan svipað og Le Pen hefur verið að færa sig Meloni sem að þú rekur ættfræði bræðra Ítalíu þá endar í fasistaflokki Mussolini. Já, ég man þetta því ég var fyrst að byrja mitt fyrsta starfurinn var það ég vann fyrir alþjóðsamtöku í Evrópu þannig ég var í London og þá lendum við í útistöðum við hreyfingar sem að voru þessi Movimento Social á Ítalíu til dæmis og allir íhaldsmönnum mikla áhyggjur af því á þeim tíma þess ég var að vinna með og var að vinna fyrir þessu uppgangi þessa fólks og hvað svo ótrúlegt að sjá þetta, ég fór til Ítalíu til að kynna með málið á sínum tíma og það sem manni fannst ótrúlegt var það að þetta var svo greinilega beintengsl, þetta var bara eins og endurfættur hópar og þeir gátu ekki setið á sér að nota sömu merkin áfram og sömu svona ikonografíun og allt þetta. Nota sömu orðin svona. Já, sömu orðin. Hundaflaut í Bandaríkjunum, en það er að notað í Ítalíu líka með því að segja Meloni þegar ég kristinn, ég kona. Já. Þetta er allt bara, ég fyrir heilbrigt líferni, að þú að rækta, bara ábyrgð sjálfur á eigin heilsu og bara heyra það að vera að vísa til fasismans. Já, það er það. En ég hef ekki einn stórkostlar áhyggjur af þessum hreyfingum eins og ég hafði. Ég var að segja eins og ég held að þeir hafi sjá sitt bjartast skeið núna. Ég held að þar sem þeir hafa komið nálægt valdi og þar hefur þeim tekist mjög illa til
Það eru splundrast í, Danski þjóðarflokkurinn. já, það eru splundrast í ólíkar áttir og í Bandaríkjunum held ég við séum búin að sjá toppinn á þessu æði sem þar hefur verið sem hefur verið alveg ótrúlega að fylgjast með. En mér finnst í Evrópu þetta tilfinning bara, en ekki, ég get fært mikið rök fyrir, en mér finnst einhvern veginn eins og þetta sé, toppinu sé náð í þessari nýfasista væðingu Evrópu og við munum kannski sjá örlítið vera skynsamlegri tíma framöndan, en það auðvitað byggist á því að það séu menn lærið það að höfða til þeirra hluta sem að stappa öðrum saman frekar heldur en al og vantrausti þar á milli. Já, þá voru þau forvitnilegt að fylgjast með stjórnarmyndaviðræðum í Svíþjóð sem að kannski snúast það, hvort að hægfara hægri menn, hvort að hversu mikið af stefnu Svíþjóðardemókrata þeir taki inn í nýja stjórn, hvort að verið svipað og þegar Anders Fogh Rasmussen lét danska þjóðarflokkin styðja sína stjórn og eiginlega tók yfir innflytjendastefnu sem að leiðir núna til þess að meiri segja að sósíaldemókratarnir eru konur með þá stefnu. Þannig að já, þar verður líka, verður að horfa bara heila á ákveðna staðreyndir. Það svo stefna sem að svona mjög líberal flokkar í Evrópu hafa viljað fylgja í innflytjendamálum með því að opna mjög mikið fyrirhlutina. Hún nýtur tiltölulega mjög lítils fylgis í þessum þjóðfélögum. Þannig að það mikil meirihluta fylgi fyrir miklu stífari, skulum segja ekki lokun samfélag, en miklu stífari reglunum þetta og það er þarna held ég sem að í rauninni það hvernig vinstriflokkarnir hafa getað höfðað til almennings. Þetta eitt af stóra málunum það sem þetta hefur brostið. Að það hreinlega sú trú hjá mjög mörgum þessi verðhafaði í samfélagum Evrópu og Bandaríkjanna að þú getur ekki treyst frjálslyndum vinstrimönnum vegna þess að þeir mun ekki loka landamærunum, þeir mun ekki gæta samfélagsins. Þannig að samfélag þá eykst þessi tilfinning með það að þessi samfélagi sem undir árás en ekki einhver tilteknur hópar inn að þess. Við skulum halda okkur við hægri populista og fara á mörk Evrópu, Tyrkland. Það þar meiri verðbólga heldur nokkuð staðar annars staðar í Evrópu og þar Erdogan sem ræður öllu. Á hvaða leið Tyrkland? Tyrkland mjög merkild viðfangsefni því að í rauninni þá Tyrkland að verða stórveldi og það þú veist, þetta bara orð, hugtak, stórveldi, svæðisbund stórveldi, hvað maður vil kalla það. En það mjög margt sem ýtir undir það að Tyrkland geti haft miklu meiri áhrif heldur en það hefur haft til þessa. Og Erdogan hefur verið mikill refur og mjög snjallið því að nýta sér þá stöðu, aftur og aftur, bara núna sjáum þegar Svíar og Finnar allar gangi í NATO, þá bara segja stopp, þeir verið þá að gera þetta fyrir mig í staðinn og svo framvegis. Og það raunar svona mikið kosningamál heima fyrir. Þannig ekki hluta því sem Erdogan að gera þessa mánuðina, það snýst að vera kosningar næsta ári sem að skoðanakannanir sína hann geti tapað. En með Tyrkland þá lítum bara svona grunnatriði varðandi Tyrkland. Þetta 84,5 milljón manna þjóð. Þeir eru ívið fjölmennir heldur en Þjóðverjar orðnir núna. Frábærlega staðsett í heiminum, á milli það hitt. Algjöru gatnamót í heiminum. Já, það hitt sér að koma fyrst að nefna efnahagslega að þetta var alltaf mjög fátækt ríki. En það má þú segja með tíma Erdogan að það verið gífurlegur efnahagslegur uppgangur. Og ég held að muni flestir komandi Tyrklands núna, ég held að það verið svolítið hissa á því hvað þetta raunin orðið líkt Evrópu mörguleiti og hvað velmegun hefur teikt sig ekki bara í Istanbul, heldur hefur teikt sig inn á Anatólíuskagana sem var ekkert áður og það var mjög fremstatt allt. Þannig að þjóðarframleiðsla í Tyrkland orðin Tyrkland svona mæriði rétt að verða eitt af 20 stærstu efnahagsveldum heimsins, kannski ekki alveg, og það gengum illa akkurat í augnablikinu, en þetta hagkerfi sem helmingurinn því rússneska. Og svo kemur að staðsetningunni sem stóra málið. Það annars ákveðin söguleg hluti sem gerir verkum að Tyrkir hafa verulega áhrif, bæði balkanska en ekki síður í Mið-Asíu, þar sem eru tyrknesku mælandi fólk í mörgum ríkjum þar sem að Tyrkir hafa náð vel saman við, og síðan Mið-Austurlönd. Og eina ástæðan fyrir því að það mikil andúð á því að andstæð við það að taka upp alvöru viðræði við Tyrkland að ganga í Evrópusambandið á sínu tíma var það með því að Tyrkland kæmi inn að þá hefði ytri landamæri Evrópusambandis orðið Íran, Írak, Sýrland og svo framvegis. Þannig að mennum þóttu nú að þetta væri verið efna til mikil vandræði þar. En þetta allt sem mjög viðkvæm land og það sem gerst á seinni hluta stjórnartíma Erdogans það að gífurlega afskipta sem með hans af málum út allt og ekki bara þarna heldur í Afríku og miklu víðar
hefur orðið til þess að Tyrkland á núna í deilum við nánast alla sem maður hefur einhver samskipti við. Þeir eru í miklum deilum við Grikki sem er alltaf fornufari. Þeir eru í deilum við Evrópusambandið af bæði varandi pólitík, mannréttinda ástand sérstaklega og þess áttar. Þeir eru með hernað í Sýrlandi. Þeir hafa ráðist inn í Írak ítrekað. Þeir eru með talsverða samvinnu við Írani en það er ekki allt endilega þægilegt þar. Þeir eru beinlínis blandað sér í stríðsátök milli Aserbaídsjan og Armeníu. Þeir eru með að blanda sér stríðsátök í Líbíu. Þeir hafa haft afskipti af málefnum blandast inn mikil átök í Persaflóa og þar í kring. Þannig að þetta er alveg sama, og svo tala nú ekki Kýpur og allt þetta, það er gersamlega vandamálin eru út allt. Það er bara átök út allt fyrir Tyrkland. En þannig verða stórveldi til þegar þau lenda í byrja að hegða sér stórveldi. Með dólgaggat öllum. Já, og þeir hafa byggt upp, eins og sjáum hvað þau skipt miklu máli í hernaðinum í Úkraínu eru tyrkneski drónar. Þetta minnir á það að Tyrkland er ekki lengur eitthvað ríki þess sem bara setur saman einfaldar hluti. Heldur tyrknesku iðnaður orðinn tiltölulega þróaður og orðinn talsvert þróaður og hefur náð miklum árangri mjög víða. Tyrknesk verktakafyrirtæki með þau stærstu í heiminum eru með framkvæmdir út allt. Tyrkland er búið að öfna til mjög sérstæð samstarfs við mörg Afríkuríki þar sem þeir setja sig fyrir hliðina á eða sem alternatífi í misli Frakkland eða önnur Vesturlönd og Kína. Og þannig að Eþíópía til með sérstaklega sem er mjög mikið og náið samstarf orða. Þeir eru konum með herstöðum er þessi í Sómalí og eru skipta þess mjög víða. Þannig að þetta er ríki sem að getur átt pólitísið mikla framtíð fyrir sér. Og óháð Erdogan. Já, óháð Erdogan. Það er komið á okkur braut sem að mun halda áfram þó svo að Tyrkir kjósi sig að það fóru. Já, ég held það. Það sem er sérstætt með þessu leiðtoga, þessa brilljant leiðtoga, sterkumenn, er það að þeir skjóta sér alltaf í fótinn á endanum. Það er alltaf einhver sérviska sérstök sem að gera það verkum að þeir hætta að hlusta á aðra, þeir hafa oft trú á sjálfum sér og allt það. Þetta er oft rétt fyrir þeir að þá hverfur efasemdir að þú hafi rámt fyrir það. Og Erdogan er mjög í þeirra hópi. Erdogan og Putin eru líkir til. Og það sem hefur hann ekki algjör tök á, segjum að það eru kosningar næsta ári. Gæti ekki Tyrkland þróast út í að hann einhvern veginn tryggir sér völd þó svo að þjóðin sé ekki til í að kjósa hann? Eins og er bara eins og Putin tryggði sín völd sko. Já, mér líklegt að hann verði endur kosin næst og aftur og það framlengist í 4 ári viðbót hans valdaferill. En það er hins vegar ákveðin andstaði í Tyrkland og Tyrkland er ekki alveg eins einfalt samfélag eins og kannski lítur utan frá þó þetta sé ekki svona eitthvað líberal vestrand lýðræðis fyrirbæri, þetta er ekki svona einhver áberandi pluralismi og það allt saman. Þetta er svona miklu frekar ákveðna blokkir og svona fragmentasjón í samfélaginu, en það er eins og mikið að menntuðu fólki og mikið að fólki sem að lætur ekki bjóða sig hvað sem er. Og það hefur gengið fram mörgum ekki bara hegðan Erdogans erlendis sem hefur verið 80 mjög vinsæl, heldur eiginlega frekar stjórnarnas- og efnahagsmálum. Það sem hann er bitið í eigin kenningar í efnahagsmálum. Það að vextir valdi verðbólgu en ekki öfugt. Sem gerir verkum að hann var að lækka vextum daginn niður 13% þegar verðbólgan fór yfir 100%. Og þetta náttúrulega leiði til einhverju óskaplega niðurstöðu í efnahagsmálum sem þjóðin þarf að borga fyrir. Og það sem getur fellt hann er þessi efnahagsvandræði. Stjórnlaus verðbólga og kjararýrnun mikil kjararýrnun. Sér var átt í búð með hjólbörur að kaupa brauð. Akkurat. Það er reynilega bara mistið tökin á efnahagsmálunum. Það er það sem geti fellt hann. Já. Stórveldi færum okkur þá bara til annars lýðræðisríkis sem er kannski ekki lýðræðisríki eins og við ímyndum okkur svona dagstælega Indland. Þar er hægri populisti líka við völd. Já, það má nú aldrei segja það. Það er mjög það er svo skrítið þegar þú ferð Asíu þá breytist stundum hvernig þú metur hlutina vegna þess að þú sérð örbirðuna og alltaf þessi grimmd fátæktarinnar á hverjum degi. Og það verður svo óhugnalegt að það er eiginlega allt annað verður skárra. Og þess vegna freistast maður stundum til þess þegar maður er að ferðast Asíu, það er sérstaklega í gamla daga þegar maður er að ferðast Asíu, að fá ákveðna samúð með mönnum sem að gerðu hlutina,
reynsuðu upp einhverju sterkir flokkar eða einstaklingar, hvort það voru til vinstri eða hægri, heldur bara þessa örbið og þessi ömurleit og þessa Það er allt betur en það. Já, ég held að það er ekki fólk á Íslandi sem ekki ferðast til þriðja heims svo nefnda sem að kalla það hefur aldrei séð þessi grimmd sem fátæktin er. Þessi óhugnalegu daglegu grimmd og það einhvern veginn fer Hún er maður harðstjóri. hún er hryllilegur harðstjóri og það einhvern veginn gerir það verkum að maður fær örlitla sem að maður þolir mönnum ímislega sem maður myndi ekki þóla mannastæður og þetta er ástæðan fyrir því þegar ég bjó í Kína á sínum tíma og ferðaðist Kína dálítið og sá annars vegar þessu örbir og búin að sjá hana mjög mikið á Indlandi þess að ég ferðast mjög mikið áður og í Indónesíu þess að ég bjónu tíma og horfði upp á að maður fékk þess að svona pósitífu viðhorf til Kínveri fyrir að vera að leysa þetta mál þó mannréttindi verið öll með einhvern móskapnaði. En á Indlandi hins vegar þá er þetta niðurstarfsemi sem er þessi stað því að samfélagið var og er einhver leiti ennþá eftir áratuga lýðræði, áratuga frjálsa fjölmiðlun að það var áratuga dómstóla sem virkuðu mjög illa en virkuðu stundum. Eitthvað ákveðið sjálfstæði. Og þannig er Módi, mann er endur Módi, búin að brjóta þetta allt mann niður á tiltölulega skömmun tíma. Þannig að Indland sem lýðræðisríki eða eitthvað ríki sem að virðir mannréttindi og annars lítið, það er bara ekki svipur á sjón. Það er ósköp ára upp á þetta ríki sem að þetta er eitt að vera stærsta heimsins. Það er 1400 milljónum manna sem búa þetta. Hvernig geta svona menn komist til valda í lýðræðisríki og umbreytti? Við getum nefnt Orbán, við getum nefnt Putin. Erdogan er komin hálfa leið. Þetta erum við að sjá bara mjög víða þar sem að menn komast til valda, eru kosnir, njóta líðhylli og svo brjóta þau raunverulega allt kerfið undir sig þannig að eftir situr eitthvað svona. Það verður til góðsögur eins og á Indlandi, þegar við ferðast og það rengti það á kosningabarátta í stóru fylki á Indlandi í Andhra Pradesh, held ég að verið. Að þá voru í frambóði 2 manneskjur sem að verðu annar hvernig fylkistjóru, báða voru kvikmyndastjórnur. Og í rauninni þegar maður lasa eitthvað með þetta fólk, þá var ekki nein tilfinning fyrir því þetta fólk að einhverja pólitísk skoðun, þetta voru bara kvikmyndastjórnur. Og þannig ná menn inn á kjörseðlun, þannig ná menn athygli. Eða til með Gandhi-ættin eða Nero-ættin á Indlandi, þetta var tiltölulega hæfileikalaust fólk þeir seinni. Núverandi sem sá sem að Rahul Gandhi, til mér sé held að myndi engin hann ætti að ná kjöri víðast hvar held ég. Rajiv Gandhi var nú ekki djúpur stjórnmálamaður eða merkilegur leiðtogi, en hafði þetta nafn. Og þannig er þetta oft á tíðum í þessu ríkjum að bara hreinlega þetta nafn og vera einhverjum ættum, einhver góðsögn í kringu, einhver trú á því að þetta sé eitthvað þarna sérstætt á ferðinni. Það tryggir mannum aðgang af valdinu og eins með Módi. Það er til svona góðsögum hans sem stráki sem að vann sig upp úr því að selja te á jafnréttastöðum yfir í það að byggja sjálf hans upp til að verða fylkisstjóri Gujarat og þar átti að hafa gerst einhver mikil efnahagssprengja sem að hluta til réttina, öðruleiti ekki og en einhvern veginn tókst að búa til í kringum hann þessa góðsögu. Og í rauninni, ef maður les fylgist með því sem sagt er á Indlandi Módi, þetta er allt sem miklu meira góðsagnakennt heldur en raunverulegt. Og í svona þessum samfélagum... En honum tekst að ná svona tökum á samfélagum sem að kannski, við gætu sagt að Trump hafi reynt að gera, en tókst ekki vegna þess að það var einhver meiri viðbrögð í Bandaríkjunum? Já, ég held meirist að þeir sem eru á móti eða óttast hann, þeir byrja ákvæmna virðingu eða ekki virðingu, kannski heldur sjáu þessa snillið sem þarna er á ferðinni, því að það er ákvæmna snillið í þessu. Þannig sem ræðumann er snillingur sem Hvað leið er Indland? Þú lýsti svona á hvað leið Tyrkland væri í svona heiminum? Indland hefur hann ótrúlega potensial. Sem sagt, ef þú lítur með svo Kína og Indland og ber það saman, þá hefur Indland eitt tvennt mjög mikið fram yfir Kína. Og annað er bara lýðfræðilegu strúktúr. Þannig að núna er það meir en 50 hver maður á jörðinni sem fer út á vinnumarkaðinni, gerir það á Indlandi. Indland er enn ung þjóð, en þeir eru að losna við þessa miklu fjölgunum minnka mjög mikið, en árgangarnir sem eru að koma að vinnumarkaðin næstu 10-20 árin eru rísa stórir sem hlutfall af öllum mannafla. Menntun er, má segja ýmislegt hana, hún er frá því að vera með því besta í heiminum og yfir það að vera skelfileg og engin. Og það situr alltaf í mér með Indlandi eins uppkvötuð, svona eins og Epiphany. Ég stóð einhvern tímann sunnarlega á Indlandi
og var að horfa á fiskimenn vinna og þeir áttu ekki einu svona báta, þeir eru raunverulega báta, þetta voru svona eintrjáningar sem voru á og þeir fóru út með eintrjáninga 2 og 2 og voru með svona netadurslur einhverjar sem þeir sett á milli bátan og reynda að ná upp einhverjum fiskum. Ef þú snerir í hálfhring þá horfður á kjarnorkuver og ég vissi þetta kjarnorkuver að það var byggt af indverskum vísindamenn með hjálparvísu sovéskra á þeim tíma en þetta var þeirra eigin framkvæmd. Og þannig þetta alltaf á Indlandi. Það er allt frá því að vera bara algjörlega heimsmælikvarða eins og þessi risa fyrirtæki eins og Infosys og fleiri sem eru hérna í hugbúnaðargeiranum og í lyfjafyrirtækjum og allt það sem er algjörlega heimsmælikvarða. Yfir í það að vera steinöld og allt þar á milli. Þannig að við erum að tala um þetta þjóðfélagsmett fyrirbæri og svo þetta svo margskipt milli gjörólíkra tungumála, ólíkra rasa, þjóðfélag, menning, gjörólíkra einu svo eitthvað annars og svo framvegis. En potensialega þarna, annars veist þetta líðfræðilega og hins vegar sem að í samtímanum skiptir miklu máli að það er bara enska. Þú getur farið í hvaða smáþorp sem er á Indland og þú finnur einhvern sem talar ensku. Og það meira þess að þannig stjórnmálamenn að horfa þjóðunátt og ensku vegna þess að það er alltaf einhver sem skilur þá. Í Kína þá getur farið að ná flottustu skrifstofur í stór fyrirtæki með stofnun og finnur ekki nokkuð einasta maður sem skilur bofs í ensku. Þú veist, þannig að það er þessi tenging, þessi möguleiki og tengingur sem að þarna er. Já. Og aðeins áður við förum kannski til Kína, spyrja áhrif stríðsins og þessara átaka á milli Vesturveldana og Rússlands á Indland. Indverjar tóku þá afstöðu strax í upphafi, þegar Indland var til sjálfstætt ríki, að vera óháð. Það er eiginlega ekkert ríki sem hefur fylgt þeirri stefnu í trúfræðilega eins og Indland. Þannig að þeir eru alltaf neitað að taka afstöðu með deiluaðilum í alþjóðamálum. Og þetta er runni gert að verkum að utanríkisstefna á Indlandi er nánast ekki verið til. Utanríkisþjónustan er mjög lítil og léleg og svona utanríkismáli eru bara ekkert á dagskrá. Það er bara Pakistan sem allt snýst varðandi alþjóðamál. En núna þá hafa þeir tekið þá stöðu að taka stöðu frekar með Rússlandi. Og við sjáum það mitt í dag og morgun þá voru fundir Shanghai-grúppunar í Útsbekistan held núna. Það sem að móti hittir Putin og hann hittir Xi Jinping og alla þessa leiðtoga. Og Indland er svona smám sem hann að þoka sér inn í það að vera eins og í hópi. Þeir eru ekki vilja vera neinum hópi. En í hópi sem er almennt talað vill setja skorður við ráð Vesturlanda. Við tryggja algjört fullveldi hvers ríkis fyrir sig, þannig að Vesturland geti ekki skipt sig innanlandsmálum eins ríkis. Og þetta gerir það verkum að byggjast ákveðna brýr yfir til Rússlands eins og staðan er núna. Og svo bætist það við að Indverjar eru að kaupa olíu og slikk frá Rússum núna. Það eru líklega 30% 25-30% afsláttur allir olíu sem vill innlast núna frá Rússlandi og Rússar eru að taka mjög stóran hluta af þeirri olíu sem áður fór til Evrópu. Það var Kína. Bandaríkin eru að reyna að samfara okkur núna að Kína sé andstæðingur. Okkur staði við ógna Kína. Hver verður þróunin í þessum átökum á milli þessara stærstu stórvelda í heimi? Það verður mjög mikil núningur og mikil átök og það enda með því miður einhverjum skelfilegum hlutum einhvern tímann, ég veit ekki alveg hvenær, menn greinar hvenær einhver alvöru uppgjör verða en það er mjög mikill núningur og mjög mikill tortryggni. Tortryggni er unni algjör að báðar áttur. Og það segir ákveðna sögu með Kína með þeirra framgangi í heimismálum að nú getur vel verið komið ljós á morgun ég hef rangt fyrir mér vegna þess að þeir eru að hittast í dag og morgun eins og segi í Samarkand í Úsbekistan. En Kínverjar hafa ekki viljað taka afstöðu með Rússum fyllilega í stríðinu í Úkraínu á tveimur ástæðum. Og það er annars vegar það að þeir segja að það verði virða fullveldi ríkja og hins vegar hafa þeir af praktískum ástæðum ekki vilja rjúfa viðskiptabann Vesturlanda við Rússland. Þannig að það sem selja Rússum og kaupar á Rússum er ekki hluti sem fara í gegnum vestræna bankakerfið eða gegnum vestræna fyrirtæki. Þannig að þeir að passa sig á þeir ýmislegt sem hafa keypt í gegnum tíðina eða selt til Rússlands gegnum tíðina sem passa sig á mjög mikið. Það eru stórfyrirtæki í Kína sem hætt að selja til Rússlands vegna sem vilja ekki brjóta þó að Bandaríkjamenn geti ekkert gert í því þetta viðskiptabann. Þannig að Kínverjar eru mjög varfærnir. En það sem er fyrst og fremst til að skilja Kína, maður verður að skilja er það að það sem skiptir máli fyrir Kína er Kína og Kína er heill heimur.
og það einhvern veginn, það ekki hægt að íkja það er útskýra það. Þessa tilfinningu þegar maður inn í miðju Kína fyrir hvað umheimurinn skiptir litlu máli. Þetta bara Kína þetta óhemjulega stóra fyrirbæri sem bara nóg. Og kínversk menning svo þétt ofin, þetta eina ríki í veröldina sem að Guðstrú hefur aldrei ná nefni fótfestu vegna þess að fólk þarf ekki á hana að halda. Það bara spurning af öllum mögulegu frá vöggu til grafar að finna í kínversku menningu. Og það að tilheyra kínversku menningur og partur af þessu bara nóg. Þannig að það sem þeirra vilja gera, og það kom í ljós náttúrulega þeirra breyta mjög mikið utanríkisstefnu okkur þessi árin, hún var nánast ekki til staðar mjög lengi, það var ótrúlega lítið sem skiptir sig á hlutum, það að þeir eru að opna fyrir sjálfa sig, stundum í svona eins og varnarskinni, aðgangað ráefnum, aðgangað mörkuðum, þeir eru að búa til svona einhverja hópa í kringu sig sem svona einhverjar blokkir en ekki vinablokkir, þetta ekkert líkt einhver NATO eða ESB eða neinu slíku. Það ákveðin stuðningur í löndum eins og meira þess að í Suður Ameríku og Afríku að geta átt viðskipti við Kína og raunverulega neitað að vera í viðskipti við Vesturlönd. Það er annar valkostur. Þetta annar valkostur, en það raunar sú stefna. Það ekki sama nýlendur svona stefnan eins og frá Vesturlöndum. Nei, ákveðin, það annað sem maður ekki skrifa fyrir með Kína og það sem maður sér í þessu sem þú ert að nefna. Og það sett upp þetta gífurlega stóra prógram, þetta belti og braut sem kallar á íslensku, sem að í mínum huga var oft bara spurningum steypu og stál. Þetta snýrst það að koma með stál og steypu frá Kína og byggja alls konar hluti og allt það. Það í rauninni svolítið að renna út í sandinn, það hefur ekki gengið mjög vel. Og ástæðan fyrir ekki gengið mjög vel kunnáttuleysi Kínverja heiminn. Og þarna kemur aftur á því hvað í diplomasíunni. Þeir kunna að byggja brúna en þeir kunna ekki að eiga við stjórnmálamenn. Þeir ekki sérfræðingi í þessum löndum. Það enginn í þessum löndum sem veit nættum þessi lönd sem viðskipti við. Aldrei hugsa út úr Kína. Akkurat. Og það þeir lendi vandræðum núna og þessi ríki eru ekki að borga af lánunum. Framkvæmdina reynast ekki akkurat arbærar eða akkurat þess að vandaði og svo framvegis. Þannig að þeir eru að skipta algjörlega gír og það miklu meira professional ef maður sletta því. Það sem ég sé frá komarháðu núna í nýju frumkvæði að hnattrænni þróun, heitir það. Og þeir virðast núna vera miklu sveigjanlegri og leggja áherslu á grænar lausnir og leggja áherslu á frumkvæði íbúana sjálfra og samstarfi Kína frekar heldur bara mæti milljón kífarharsvæð og byggja bara eitthvað og þannig. Þannig að þeir eru að læra. En þeir eru, og þetta kom hann í sérstaklega óvart oft, það var svo skrítið oft með þetta óhemmilega stóra og mikilvæga ríki, hvað var klaufalegt oft á tíðum í samskiptum við heiminn. Það mun einhver leyti halda áfram. Þarna eru við líka með sterkar mann sem að gætir að því að halda völdum og auka völd sín. Það er styrkur og veikleiki Kína. Styrkurinn sá núna að það hefur ekki verið valdabarátta í gangi þar. Þannig að Xi Jinping hefur tekist að búa til stefnu sem bara fyllt og allir meira og minna með í. Þessi fáu valdamenn sem að voru þarna sem að virtust á svona einhverja sjálfstæðu stöðu, þeir eru útleið. Þeim tók að því að Li Keqiang sem hefur verið forsætisráðherra, hann var að lýsa því að hann hættir bara áslokk og hverfur úr æðstjórn flokksins. Þannig að Xi Jinping hefur mótað þetta ótrúlega mikið eigin hún tekist að ná þessum óheimilegu völdum. En það er líka mikil hættaði því. Ríkir eru miklu flóknar heldur en það var, bæði pólitíkin í því og sömuleiðis efnahagskerfið og framleiðslan af fyrirtækinu og allt þetta er miklu flóknar en það var. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem einn maður leysir. Og upplýsingastreymið neðan frá upp, það hefur stöðvast talsveit mikið vegna þess að menn vita hvað hann vill heyra og hvað hann vill ekki heyra. Og þetta er þessi stóra dilemma sem að einræðisherrar lenda alltaf í og Xi Jinping mun lendi og mun lenda mjög illa í alveg á næstu árum. Hættan þá er að því verður svarað með ævintýri mjög utanríkismálum. Það er klassíska ráðið hjá einræðisherra sem er að komast í þröngastöðu heima fyrir, það er að vera stór út á við. Finna sér eitthvað Falklandseyja stríð. Já, ég meina það er ekki lengi að leita því að þetta er náttúrulega stóri fíllinn í herberginu með öll samskipti við Kína Tævan. Og ég held alltaf sjálfur að myndi bíða þangað til 2040 og cirka. Og það er bara algjör sameining 2049 því að það er 100 ár þá liðum frá stofnun alþjóðlýðveldisins í Kína. Nú eru margir að hafa áhyggjur af því að það verður þessum áratug sem að geti sorfið til stóls út af Tævan.
En hvað átök innanlands í Kína, hvert getur þið leitt? Þú varst áðan að tala að óttaðist það að eftir Pútín kæmi bara eitthvað ennþá verra í Rússlandi. Já, það er sko Hvert gæti svona Kína rokkið? Það sem hann er sýnst sko það er mjög erfitt að fylgjast með þessu vegna það ekki beinlínis í blóðunum eða kemur ekki beinlínis í fréttum mikið af þessu. En það sem er sýnst sko einkenna alla svona umræðu í Kína nú ákveðið pólitískt hugmyndaleysi. Þannig að þessir hópar sem verða til og þeir verða til í kringum ákveðna hagsmuni sem átt að tíðum ekki hagsmuni sem varða landið allt heldur eru svona sérhagsmunir. Það er eins og hafi aldrei orðið til sem þessi menn. Þá kannski bara eins og viðskiptablokkir. Viðskiptablokkir, akkurat. Það er með sko stóra efnahagsvandamáli í Kína hefur verið nokkuð lengi og verið verra og verra. Það er offjárfesting. Og það er út af því að það er í landinu samkeppni á milli héraða og borga það laga til sín fjárfestingum en lofa öllu gull og grænu skóm og allt það og þrýsta og bankakerfið og lána út og allt þetta. Og þannig verða til þess að draugaborgir til dæmis sem mikið er í fréttum. Og það er kannski ágætis dæmið að taka þær vegna þess að það sýnir sko umfangið á þessu. Að það núna eru 50-60 milljónir íbúða í Kína sem eru ónotaðar, sem eru meira og minna tilbúnar en enginn flytur í og mun kannski aldrei neitt flyt í. Þannig að efnahagskerfið hefur snúið svo mikið framkvæmdir sem eru ekki svar við neinum þörfum eða eðlilegum markaði heldur það að einhverju hafi verið nógu pólitískt sterkir til þess að fá fjármagn í og geta fjárfest og þá er þetta svona collusion milli sveitastjórnarmanna og borgarstjórnarmanna og héraðsstjórnarmanna og svo allar þessar fyrirtæki sem framleiða allt þetta stál og allar steip og öll þessi verktakastarfsemi sem er kringu þetta. Og þannig verður til alls konar blokki sem keppa hverju öðrum aðgang af fjármagn og aðgang af völdum og það er þetta sem maður tekur eftir en ekki einhver blokk sem segir við þurfum að opna aðeins meira fyrir umræður eða við þurfum að leggja meira áherslu kvenna eða grænar lausnir. Það er eitthvað svona félagslegar heldir í Kína til þess að halda upp í svona eðlilegum stjórnmálum. Einn furðulegasta statistik sem ég séð kemur frá kínverska ríkinu. Og þetta var, ég sá þetta síðast 2018 held ég, 2017-18 eða eitthvað svoleiðis. Og þá höfðu þeir registrerað 50.000 tilvik á einu ári uppþot í landinu. Og þetta þýðir, ég man ekki hvernig kostaði að það varu 150 á dag held ég. Þessi 150 sinnum á dag í Kína sem veru uppþot. Einhver læti sem er lagað þar að skipta sér af. En það er ekkert þessu tengt. Þetta er allt varðandi að það er búið að ræna yfir landinu á þessum stað. Það er búið að reka allu vinnun á þessum stað, einhver verksmiðjur lokað á þessum stað. Það var sóttvarnir þannig að... Eitthvað svona. Og það er ekkert samhengi í þessu. Þó þetta sé heildar vandamál fyrir allt þjóðfélagið, að það myndast aldrei neinar svona blokkir kringu þetta. Það er ekki til félagskapurinn, það er ekki til... Nákvæmlega, en það segir líka bara að við klára þetta með 50-60 milljónir íbúða. Að það virkar eitthvað svona gessamlega stjarnfræðilegt. En ég reiknaði þá bara í huganum að þetta er svona eins og væru 8-10.000 íbúður á Íslandi auðar. Það væri vandamál, það væri problem. Það væri mjög gott, skal ég segja þér, það væri hefðu á Íslandi. Það væri það sem okkur vandar. Stórfínt á Íslandi og allt það. En það væri sko vandamál, efnahagslegt vandamál ef staðan væri svo. Það myndi leysast á 3 árum. Nákvæmlega, þetta er bara þessi byggjum á 2 árum. En þegar hlustar þetta frá Kína 50-60 milljónir íbúða, þú veist, þetta virkar einhvers bara lúnað sér algjört. Og svona er þetta allt í Kína, það er einhvern veginn svona heildarskilningur einhver sem gerast, það strandar alltaf á stærðinni, á umfanginu. Þetta verður allt svo óhemjulega flókið, stórt og mikið, að það er einhvern veginn ekkert að ná utan það. Og sérstaklega ekki þetta... Enga líkur á því að einn sterkur maður geti hugsað þetta allt saman og stýrt þessu. Nei, það er óhugsandi. En það var eitt sem reyndi að komast að sko Bushilai sem að reyndi að safna í kringu sig gegn Xi Jinping og það var bara með afturkvæði maóism og þess áttar og hann náttúrulega lenti í fangelsi og verður það til æviloka en hann var orðinn borgarstjóri í borgarstjóri Chongqing sem er 20 milljón manna borg í héraði sem er 100 milljónir íbúa þú veist þannig að allar stærðirnar verða svo ótrúlegar. En það sé alltaf beðið eftir að sjá að það verði til einhvers konar í það væntanlega einhver menntamannahópum með eitthvað slíkt, einhvers konar önnur pólitísk hugsun heldur en svo sem ríkir. Ég bara sé það ekki. Nei. Bara verið ekkert örfið það.
Herðu, við stoppum hér, Jón Ormur. Kæra þakki fyrir að koma hingað og fara með okkur heiminn frá stríðinu í Úkraínu til Rússlands, til Evrópu, til Tyrklands, til Indlands og Kína. Og þú kannski kíkir hjá okkur til okkar eitthvað tíma seinna. Þátturinn er þá búinn í kvöld. Ég minni á að á morgun að þá sendum við út helgarútgáfu, kallað Helgispjall, þar sem að kemur gestur og við ræðum saman. Ég hvet ykkur ef þið hafið gagn og gaman af samstöðinni að hjálpa okkur við að byggja hann upp. Þið getið gert það með því að læka síðurnar á Facebook og á YouTube. Þið getið líka gert það með því að ganga í Alþýðufélagið sem er fjárhagslegur bakkjarl samstöðarinnar. Þar greiðið þið lága áskrift sem eru félagsgjöld í Alþýðufélaginu og þið getið tekið þátt í að byggja upp. En ég segi bara takk fyrir í kvöld.